festist ekki nógu vel. Það mikilvægt að þetta sé vel unnið og síðan þarf að þjappa þetta hæfilega. Á þessum nýrri tækjum þá eru kefli, svona valtarakefli aftana á tætaranum. En ef að það ekki, þá þarf hugsanlega að fara yfir þetta með léttan valtar á eftir. Ástæðan fyrir því svo að þetta töluvert mikið loftað ef að menn eru með rótortætara og ef ekki búið að valta þetta aðeins þegar plastið lagt, þá sígur jarðvegurinn aðeins undir þessu og plastið slaknar. Þá miklu meiri hætta á að það losna og fjúki. Þannig að þetta þarf að vera svona vel losað, vel fín unnið og síðan þarf að vera svona hæfileg völdun á þessu. Þá kemur þetta vel fyrir plastlagningu. Þegar búið að plæja, þá mikilvægt að fínvinna þetta með tætingu eða einhverju slíku. Þessi stóru tætarar ráða mjög vel við þetta en yfirleitt þarf að fara nokkrar ferðir og vegna þess að plastlagningavélin, hún þarf að hafa þetta vel niðurmulið og fín unnið. Ef að illa tætt, þá verða stórir kekkir í þessu og þá losnar plastið mjög auðveldlega upp eftir á og þá til lítils unnið að plasta. Ég heyrði ekkert hvað þú sagðir en það var örugglega flott. Nei, það kom náttúrulega ekki, nei þú heyrir það ekki náttúrulega. Já, þessar dúklagningavélar, plastlagningavélar, þær eru til í ýmsum gerðum. Þetta eru svo sem ekki flókin tæki, en flestar heimasmíðaðar hérna hjá okkur, svona út frá fyrirmynd, þetta eru garðyrkjuvélar upphaflega. Virka þannig að það eru skálar hérna framan sem að opna rauf hérna í sitt hvorum megin og þar ofan í leggst jaðarinn á plastdúknum. Þessi hjól eru til þess að plastið leggi vel ofan í þeim skurði og síðan eru þessar stærri skálar hérna aftan á til þess að róta jarðvegi aftur ofan í skurðin, á jaðarinn þá á plastinu og festa það vel. Og þar af leiðandi það sem að stendur upp úr og plantaður í, það bara miðjan á plastinu. Þetta eru sem sagt hinnar ýmsustu vélar til og misjafnt hvernig staðið að því svona í smáatriðum. Þessar vélar sem að skafa jarðveginn upp með svona stórum skálum, það oft gott að fara aðeins hraðar heldur en ég fór hér áðan til þess að moka ef maður vill moka meiri jarðvegi upp á plastið til að fergja það betur. Og í sumum tilfellum gott að þyngja þær aðeins meira hérna að aftan svo að þær taki örugglega nógu mikið af jarðvegi. Við ætlum að prófa þetta. Prófa bara og þetta kameran sem við horfum í. Þetta skjólbeltaplast kemur yfirleitt í rúllum sem eru 1,50 til 1,60 svona fyrir þessar vélar. Þetta 500 metrar yfirleitt á hverju rúllu. Þetta dúkur sem búið að setja merkingar á þannig til að auðvelda plöntun og þar af leiðandi þarf náttúrulega að snúa rúllunni rétt þegar hún sett upp á. Hún þrætt í vélina, það aðeins misjafnt á milli skjólbeltavélana hvernig þrætt í þar. En í þessu tilfelli það þannig að merkingin snýr inn á rúllunni, þannig að snúinni þannig. Og þetta þrætt bara hér í vélina. Og þessir dúkar, þetta plastdúkur eins og í framtíðinni reiknum við með að fá
eitthvað úr niðurbrjótanlegu efni væntanlega. Þannig að, en eins og þá notum við plast sem er bara hulið í jarðvegi. Síðan þegar búið að draga þetta plast hérna niður og leggja það, þá þarf fyrir endana, þarf alltaf að handgrafa plastendan niður, moka ofan á hann og festa rækilega. Þannig að ég þarf að færa vélina hérna aðeins aftar og setja endan á plastinu ofan í smá skurð þar. Og ég að byrja. Já. Þegar við erum að gróðursetja í skjólbelti nú til dags, þá erum við yfirleitt með fleiri en eina tegund í hverri röð. Við viljum hafa hávaxin tré og lærri runna á milli til þess að dekka í allt skjólið, bæði uppi, gera skjól bæði neðarlega og ofarlega. Og þá plöntum við yfirleitt ösp er mjög mikið notuð sem stærri plantan, víðir eða einhver aðri runnar sem þá lærra skjólið. Og það eru merkingar eins og við mintumst á þessum plastdúk og það eru stóri hringir hérna með 75 cm millibili. Þetta er framleitt í einhverju tommumáli og það hentar þá ágætlega ef við ætlum að hafa svona nokkuð þétta ösp, að setja ösp og 2 víðiplöntur, ösp, 2 víðiplöntur, ösp, 2 víðiplöntur og svo framvegis. Og þar af leiðandi verða þá 2,20 á milli, 2,10 á milli aspanna og víðirinn dekkar lágskjólið hérna á milli. Síðan er hægt að leika sér með þetta reyndar að hafa eitthvað lengra og jafnvel fleiri tegundir af runnum á milli. Þannig að það er ekki eins uppskrift sem er alveg heilög. Mér finnst langt best að byrja að planta einni tegund, byrja gjarnan að planta trjátegundinni eins og öspinni í þessu tilfelli. Það er ekki að hlaða á mig báðum tegundum eða öllum tegundum sem eiga að fara í röðina. Heldur byrja bara á öspinni og setja hana hérna í fjórða hvern hring og þá er mjög einfalt að koma síðan með víðirinn á eftir eða hvaða runna sem eiga að fara og setja þá í þessa hringi sem eftir eru. Þannig að þá myndum við bara byrja svo að planta hérna öspinni og þetta er þægilegt að gera svo sem með geispunum. Við erum að reyna að passa að skemma plastið svona eins lítið og við getum. Og hérna kemur þá víðir og aftur ösp hérna. Þannig að hér setjum við þá næstu ösp og það þarf að tróða varlega að þeim, þétta vel varlega að þeim. Þannig kemur það. 1, 2 og svo ösp hér. Hérna erum við að setja í raðirnar sem eru áveðurs, mæðir mest á þeim. Þetta eru austanáttir, suðaustan, austan og norðaustan sem eru öflugastar. Og þar erum við með sterkar tegundir, sterkar klóna hérna af öspinni og jörfavíðir sem eru öflugur víðir. Í þessu tilfelli gerum við það líka að setja hér sem milliplöntur á milli hærri trjána jörfavíðir. Síðan í röðinni sem að verður svona mest í skjóli, þar er hægt að fara út í það að setja kannski fleiri tegundir af runnum, jafnvel einhverja runna sem að verða blómstrandi seinna, sýrinur og fleira. Og eins má líka spila á þetta með ennþá fleiri tegundir og öðruvísi uppstillingu á tegundunum.
þar sem að menn hafa þannig aðstæður að það kannski ekkert gríðarlega mikið álag á svona innri raðirnar sérstaklega. En við skoðum það nú svolítið betur svona tegundasamsetningu og þetta eru þá, það alltaf verið að vinna að því að finna fleiri og fleiri tegundir sem eru nógu harðgerðar til að vera í skjólbelti en eru samt skapa svolítið fjölbreytileika í tegundavalinu sem bæði tryggar upp á sjúkdóma og plágur og líka skemmtilegra í útliti. En hérna setjum við víðirinn. Ekki klára. Já, hérna í þessar raðir sem eru áveðurs, mæðir mest á þeim, þá setjum við sterkar tegundir, ösp og víðir í þessu tilfelli, jörfavíðir og alaskaösp. Í röðina sem að verður meira í skjóli, þar getum við farið að leika okkur með aðrar tegundir sem eru kannski ekki alveg eins harðgerðar en þær verða samt alltaf að vera nokkuð öflugar. Og þá getum við farið að nota tegundir sem eru jafnvel blómstandi tegundir og fjölbreyttari jafnvel inn í miðröðina líka og þá þetta tryggar á móti plágum og ýmsum meindýrum. Já. Hérna í þessar raðir sem eru áveðurs, austanáttirnar eru öflugastar, þar setjum við sterkar tegundir, í þessu tilfelli alaskaösp og jörfavíðir og setjum það líka hér í þessa miðjuröð. Í röðina sem verður meira í skjóli, þar getum við farið að leika okkur með fleiri tegundir eða aðrar tegundir, hugsanlega einhverjar tegundir sem eru blómstrandi runnar jafnvel. Þær verða reyndar alltaf að vera það gerðar að við treystum þeim í skjólbelti. En það hægt að hafa svona meiri fjölbreytni og víða hægt að hafa þetta meiri blöndu í að minnsta kosti 2 röðunum og jafnvel öllum. Við förum nú nánar í það síðar. Ljómandi. Ég held að